Komið þið sæl. Heyrðu, ég fór aðeins að spá í þessu. Hvað var það aftur þetta Iceland back on track dæmi? Sko, ég held að við Íslendingar séum komin á það stigi núna að við séum tilbúin fyrir bjór í verslanir. Sko, þá ég að hugsa að það er eitt vandamál sem við setjum frammi fyrir og það er svona ákveðin einokun á markaði. Og það er það sem við viljum forðast og komast undan og losna undan. Ég sé fyrir mér að bjórinn sé þar stórt skref í þeim málum. Þá ég að sjá fyrir mér 5 mismunandi bjórframleiðendur að framleiða hágæða bjór sem seldur í verslunum. Við erum komin þangað og við getum gert það verður svolítið skrítið fyrst en svo venst það. Já, ég sem sagt að hugsa framleiðni, íslenska framleiðslu og bara, áfram með eitthvað svona Iceland back on track dæmi, Bravo 5%, skilur, svo getur þetta heitið alls konar nöfnum maður, en ég nokkuð viss það að við Íslendingar erum tilbúin fyrir bjór í verslanir. Það verður svolítið skrítið fyrst og ég held að sé lykilatriði að það verði fleiri, það verði allavega 5 bjórframleiðendur, ekki einhverjir bara 2 risar, heldur fleiri. Og það verður lykilatriði í framleiðni og samvirkni og slíkum hlutum og bara fyrir íslenska framleiðslu, íslenska menningu. Já, bjór í verslanir, Iceland back on track. Allavega, takk fyrir að horfa á Áfram Ísland.